sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Margrét Frímannsdóttir, forstöðumaður fangelsisins á Litlahrauni og fyrrverandi formaður Alþýðubandalagsins og konan sem kallast ljósmóðir Samfylkingarinnar. Velkomin. Takk. Við ætlum að ræða pólitík, við ætlum að ræða fangelsismál. Ég ætla að byrja á pólitíkinni og ég ætla að einfaldlega vegna þess að þú ert manneskjan á bak við stofnun Samfylkingarinnar. Og mér langar bara að spyrja þig í fyllstu hreinskilni, ertu sátt við hvernig þessi gamli flokkurinn Samfylkingin hefur þróast frá því og hættir 2007? Nei, ég það ekki. Og þetta ekki, þetta er gamli flokkur minn, jú, en þetta ekki gamall flokkur. Og ég hefði gjarnan viljað sjá Samfylkinguna þróast í aðra átt heldur en hefur gerst í dag og það kannski á undanförnum árum. Kannski það ástandið í þjóðfélaginu sem hefur sitt að segja um það. En við lögðum til dæmis upp með það að breyta vinnubröðum í pólitík. Við vildum opna pólitíkina meira gagnsæi í öllum okkar verkum og náttúrulega þetta jöfnuðurinn sem átti að vera okkar aðalsmerki. Nei, við höfum ekki staðið okkur þar. En nú ef við horfum bara á stöðuna eins og við þessar breytingar í byrjun árs 2009 þegar að Samfylkingin fer úr stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokk og síðan hún kosin í ásamt Vinstri grænum og menn sjá svona einhverja bjartsýni, velferðarstjórn, vinstri stjórn, ný hugsun, nýja hugmyndir, mikið gegnsæi, nýtt Ísland, mikið bjartsýni. Þetta eitthvað sem að menn lögðu upp með í fullkominni bjartsýni að við myndum breyta sem samfélag. Finnst þér þetta ekkert af þessu hafa tekist? Nei, mér finnst það ekki hafa gerst og alls ekki. Og hvað veldur? Og nákvæmlega öll þessi upptalning sem þú varst með í raun og veru gat verið í stefnuskrá Samfylkingarinnar þegar hún var stofnuð í upphafi. Og við náðum ekki að fóta okkur eins og við vildum sem nýtt ferskt breytt stjórnmálafl. Kannski voru við of mörg bara einfaldlega innanborðs sem áttum okkur sögu í pólitík. Það getur vel verið að það sé hluta ástæðunni en ríkisstjórnin sem ætlaði að breyta og við bárum væntingar til og búsáhaldabyltingin í raun og veru krafðist. Og ég náttúrulega gladdist á sínum tíma þegar að ég las yfirlýsingarnar og ég las stefnu þessarar ríkisstjórnar að þá fannst mér þarna væri við þó að stíga mörg skref í rétta átt var áður efins vegna sem ég fannst þjóðstjórnin vera það sem við þyrftum á að halda eftir hrun þar sem menn saminuðust ósköp einfaldlega að leiða þessari þjóð út úr ógöngunum en niðurstaðan var þessi samstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna óska barna allra vinstri manna í landinu og þetta hefur bara ekki gengið eftir. Hvað gerðist? Getur útskýrt fyrir mig þá bara hvað gerðist að þetta fór ekki eins og þú vonaðist? Já, ég reikna nú með að það sé, ástæðan sé kannski fyrst og fremst svo að efnahagsmálin hafa ráðið för algjörlega. Hvað með þú skynjar reiðin í samfélaginu, heimilin í landinu áttið með svonaði að þau fekk miklu, hraðari úrlausn sinna mála og nú er þetta langur tími liðin og heimilin upplifa að það hafi lítið gerst í þeirra málu. Það hefur tekið óskaplega langan tíma og það eðlileg reiði fólks sem búið að horfa á það alveg frá því hruni að það tekur tiltölulega lítinn tíma, stuttan tíma og menn þurfa ekki langan umhugsunarfrest til þess að afskrifa milljarða hjá einstaklingum, hjá fyrirtækjum og sem að voru kannski að stórum hluta valdandi því voru bara allu í raun og veru hruninu. Að þetta hefur ekkert vafist fyrir kerfinu. En þegar kemur að því að leiðrétta 20 milljónar eða 30 milljónir hjá heimilunum, þá þarf það óskaplega langan tíma. En er það ekki líka miklu flóknara? Margar lagabreytingar. Flóknara. Lán er lán. Ég sé engan mun á því. En við erum að tala um að halda fyrirtækjum gangandi og þau séu svona... Já, það er til lítils að halda fyrirtækjum gangandi ef engin heimili eru til þess að eiga við þau samskipti. Það er nú þannig.
Við þurfum að hafa hérna vinnuafl, við þurfum að hafa heimilin og heimilin og fólki í landinu er nú hreyfiafl alls. Og ef að okkur tekst ekki að ganga þannig frá málum að heimilin geti haldið upp í hérna eðlilegu, hvað maður segja, viðskiptum inn í samfélaginu, stundað vinnu, fólk sé ekki að flýja land vegna þess að það treystir sig ekki til að búa hérna lengur, þá náttúrulega breytir kannski ekki öllu hvort að fyrirtækin eru blómleg, þau verða þá að snúa viðskiptum sínum annað, erlendis, og ef myndu heldur það verði lengi skráð hér, ef að viðskiptin eru aðalega erlendis, það er ekki þannig. Það er, við finnum að það er svona ákveðin kergja og óeining innan þessa ríkisstjórnar og sérstaklega hjá ákveðnum þingmönnum og við heyrðum það nú bara síðast að Sigmundur Ernir segði í Silvíu Egils að menn ættu innan Samfylkingar að jafnvel að fara að leita sér að nýjum samstarfsflokki og sérstaklega með tillit til atvinnuuppbyggingu. Sérðu það í spilunum að þessi ríkisstjórn jafnvel eða Samfylkingin eða ríkisstjórnin splundrist og nýjir flokkar komi að þessu samstarfi eða að verði nýtt stjórnarsamstarf? Nei, ég sé það ekki gerast ekki með núverandi stjórnmálaflokkum. Hugsanlega ef menn næðu saman og mynduðu þverpólitíska stjórn til þess að taka á vandanum. En nú er Samfylkingin og Vinstri grænir búin að fara ég hugsa yfir erfiðasta hjallan, efnahagsmálin. Ég sé ekki neina breytingu núna í kortunum. Og ég held að sé líka vegna þess... Þú heldur í raun að þetta sé besta stjórnarmynstrið þrátt fyrir allt? Já, ég held það. Þetta eru þó, svona, það er ákveðið stabilitet og það er skrítið að segja það með Vinstri græna, en það er þó ákveðið stabilitet í Vinstri grænum en sko, bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, það er svona mjög erfitt með að fóta sig í pólitíkinni í dag. Það er þó aðeins fyrst mér örla á núna að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins, hann er svona návopnum sínum og... Já, hann er orðinn vinsæll allavega meðal Samfylkingar og Vinstri grænna. Já, sko, mér finnst það í raun og veru... Það er svolítið óréttlátt gagnvart þeim þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem að taka þá ákvörðun sem að núna er mest umdeild að fara setja þetta sem þeir sé að kaupa sér vinsældir hjá Vinstri grænum eða Samfylkingunni. Ég held að þetta fólk hafi unnið þetta verk mjög vel og ég hugsa að þetta hafi ekki verið auðveld ákvörðun og allir hafa gert sér grein fyrir því að bæði Mogginn myndi nú byrja að skrifa á móti formanninum og svo er hann hengdur aftan í stengrin sem er nú kannski ekki óskast að Bjarna, þannig að hann hefur örugglega velt þessu allt sem öllu fyrir sig. Ég finnst hann hafa vaxið og ég held að þetta sé svona, er kannski þá að koma svona meira stabilitet þar í Sjálfstæðisflokkin en Framsóknarflokkurinn hefur einhvern veginn ekki fótað sig. Þú ert kannski ekki best dómbær á Vinstri græna og Stengurinn J einfallega vegna þess að sumir myndu halda að þú bæri nú ákveðin kala til hans, þið áttuð ekki góðu samstarfi, þú vannst hann í formannskosningum 1995, þeir voru að berjast formennsku í Alþýðubandalaginu og síðan í rauninni myndu flesti segja að það væri frekar kalt á milli ykkar. Ef þú horfir til, sko, hvað þú segja, þess tíma, eins og Alþýðubandalagið þróaðist þá og síðan fór hann annað, hvernig sérðu fyrir þér að Vinstri grænir sé að þróast við þessar aðstæður í dag? Mér finnst bara að sagan verið endurtaka sig, sko. Að hvaða leyti? Að því leytinu til að flokkurinn er klofinn eins og Alþýðubandalagið var á sínum tíma. Það eru að myndast fylkingar, það eru átök, átökin eru semst opinber, menn er ekki að leysa málin innan sinna raða. En er það ekki bara jákvætt að menn hafi skoðanir innan stjórnmálaflokka? Jú, það er mjög gott, sko, og það er algjör nauðsyn. Það er forsendan fyrir því að þrífast í pólitík, það er að hafa skoðanir. En það er sko í stjórnarsamstarfi og sérstaklega aðstæður eins og við búum við í dag, þá þurfum við ákveðið stabilitet og ef að menn eru í átökum innan flokka sem er sjálfsagt innan allra flokka eitthvað, þá er mjög góður vettvangur að leysa það til dæmis á þinglósfundum. En það er bara mín sannfæring að á tímum eins og hafa verið undanfarið, þá getum við ekki leyft okkur að sko hlaupa út á suður og vega að hvort öðru, vera með jafnvel skítkast. Við getum ekki leyft okkur það vegna þess að þjóðin á það bara skilið af okkur að við höfum okkur almennilega
og þeir stjórnmálamenn sem eru í forsvari eiga að sjá sóma sinn í því að standa saman og leiða þessa þjóð. Það skapar ekki trúverðugleika stjórnvalda að vera út á suður alla daga og það bara eykur á vanlíðan fólks. Ég bara krefst þess að menn standi saman og leiði þjóðina út úr þessu. Ég bara krefst þess. Annað, það hérna oft rætt pólitískar ráðningar þessar ríkisstjórnar og ekki síst þinn flokkur að hann hafi ástundað þær hressilega og við beinum bara fyrst sjónum að þér. Það nú alveg klárt, þú ert fyrirverandi pólitíkus og færð starf sem forstöðumaður og litla ráðinn af stjórnmálamanni. Bara pjúra pólitísk ráðning. Alveg hreint. Þannig, það auðvitað, sko, mín ráðning ekkert yfir gagnrýni hafin, langt í frá. Og ég auðvitað sem fylli þennan flokk. En heldur þú að hann notu þess Já, örugglega. Að hafa verið í pólitík? Já, ég vissum það. Og mér dettur ekki í hug að neita því. Ég var bara heppin að fá heilt ár til þess að æfa mig í starfi og sækja svo það. Og það var náttúrulega kepli hjá mér að standa mig vel. Og síðan sótti ég það, starfi var auglýst. Og hérna, ég þekkti þennan málaflokk býsna vel og kannski betur en margur annar sem sóttu en það hefur örugglega haft sitt að segja að ég var það var einmitt talað það og réttlætingi fyrir eftirlaunafrumvarpinu og sínum tíma að stjórnmálamenn ættu svo erfitt með að fá vinnu, það nú staðreynd að tala öðru máli núna. Við erum að sjá að pólitíkusar það er verið að koma þeim ágætlega fyrir margur hverjum. Sko, stjórnmálamenn eiga, þeir hætt á þingi, þeir eiga margir hverjir mjög erfitt með að fá vinnu sem til dæmis bara út á frjálsa markaðnum, mjög erfitt. Og kannski hafa pólitískar ráðningar orðið til að hluta til þess vegna að menn vilja ekki sjá einstakling sem unnið vel í þingi, hefur aflað sér mikillar reynslu og þekkingar, ganga á milli manna einhver, já, ég veit dæmi það árin saman, menn hafa verið að leita sér að vinnu við hæfi og ekki vilja sækja til flokkana á nokkurn hátt. En það er verið að halda öðru góðu fólki jafnvel fyrir utan því að það er ekki pólitískt tengt. Og ég býst við sko að þessi umræða sem hefur verið pólitískar ráðningar, sérstaklega núna eftir hruni, þá hefur við tekið okkur svolítið saman í andlitinu, farið að ræða spillingu og farið að ræða pólitískar ráðningar og því var lofað eftir búsáhaldabyltinguna að taka nú til í þessu öllu. En þá spyr ég, er spilling í íslensku stjórnmálum? Já, hún verður náttúrulega, sko, spilling verður náttúrulega alltaf til þegar svona náin, svona mikil hagsmunatengsl eru í pólitíkinni. Þetta er lítið samfélag og hagsmunaaðilar hafa mjög mikið að segja í pólitíkinni. Og við erum búin að búa til þannig kerfi, við erum til dæmis eiga flokkarnir að sækja fjármagn út til fyrirtækja, einstaklingar eru í prófkjöri, þurfa að ná í peninga til þess að í prófkjörsbaráttuna og það segir sér sjálft að jafnvel þó við viljum og hversu heiðarlega og einörð við erum í okkur að þetta getur haft sitt að segja og hefur það örugglega í einhverjum tilvikum og þarna þurfum við að vera með miklu skýrari reglur. Alþingi samþykkt á sínum tíma að hækka framlög til stjórnmálaflokka sem hefur verið gert. Og koma þá yfir fyrir að þeir settu peninga annar staðar og til hagsmuna að hópa. Til að tryggja lýðræðið. En á sama tíma taka flokkarnir alveg stökkbreytingum. Það verða svona flottar kosningar með mikilli yfirbyggingum, miklum auglýsingum og mikil sýndarmennska. Þetta er bara leikhúskostningarnar. Þetta er bara sett upp eins og við sem einu allsherra leiksviði sem þá landið allt. Og síðan eru einstaklingarnir sem fá hlutverkin, þeir þurfa að keppa innbyrðis og þurfa líka að sækja sér fjármagn og yfirbyggingin að þessu öllu var gífurleg. Og það gerist leið og framlögin aukin, þannig að þörfin fyrir að ná í fjármagn út fyrir, hún var til staðar áfram. Og gerir það verkum síðan að það hættan á spillingu og hættan á því að þjóna einhverjum hagsmunaöflum og peningaöflum verður ríkari. Og sko menn vildu fá uppgjör á þetta líka, það er náttúrulega eins og verið skerast í pólitíkinni, sko það var farið og mótmælt hjá einstaklingur sem hefðu fengið styrki, aðrir látnir í friði en þegar var búið að hengja einn eða tvo, þá datt þetta náttúrulega bara niður þessi umræða. Og flokkarnir eru svo sem ekkert að vinna í sínum málum hvað það var? Það er engin skynsemi í þessu að ætla alltaf að fara út í það semst að leiðótt búin að refsa einhverjum einum einstaklingi, taka hann og segja gott á hann eða hana, að þá getum við bara haldið áfram á sömu braut. Og það hefur ekki gerst? Nei, mér finnst það ekki hafa gerst. Mér langar aðeins að spyrja það út í stjórnlagaþingið.
það náttúrulega bara klúðraðist einfallega til miður og landskjörstjórn segir af sér í framhaldinu Hæstiréttur harðlega gagnrýndur og í rauninni verið að tala það að Hæstiréttur einfallega hvernig skipað hafi verið í Hæstarétt á undanförnum árum hafi ráðið því hvernig niðurstaða hans varð og menn hafa tætt niður rök Hæstaréttar fyrir þessu og sagt bara að þetta bara annarleg hugsun Hæstaréttar sem að réði úrslitum. Þetta þá ekki að pína einn Hæstaréttardómara til þess að hætta og væri við þá ekki bara sátt og eftir. Þessi umræða stjórnlagaþingið, hún náttúrulega varð svona hálfgerður skrípaleikur strax á fyrsta degi. Í staðinn fyrir að taka dómnum bara eins og hann lá fyrir og segja, heyrðu, þarna bara höfum við ekki staðið okkur nógu vel í umgjörðinni, í regluverkinu, við þurftum að hafa lagasetninguna miklu og regluna miklu skýrari. Þá gerist það inn á Alþingi að þar byrja menn sko bara hanaslag, rétt eins og venjulega og alþingismenn sko buðu sér það sem að sko með ólíkindum þar sem að þetta búið að fara í gegnum 3 umræður í þinginu og fara í gegnum nefndastarf og allt að þá segja þér Jóhanna, þetta var bara allt saman Jóhanna að kenna sko þingmaður sem ekki vandara virðingu sinni svo að hann ætlar að ýta ábyrgðin á lagasetningu Alþingis yfir á einstakling eða yfir einhvern annan að hann ekki starfið sínu vaxinn. Það er svona að segja, Alþingi bar ábyrgð á Alþingi ber að sjálfsögðu ber Alþingi ábyrgð á þeirri lagasetningu sem frá því kemur og ætla menn þá að segja það að Alþingi ber ekki ábyrgð ef einhver ráðherra kemur arfavitlaust frumvarp og það væri látið synda í gegn 3 umræður, nefndastarf og allt að þá bæri samt sem áður alþingismenn enga ábyrgð. En ætlar að segja mér að það hvarfli ekki að þér að Hæstiréttur hafi látið þetta hafa áhrif á sig sérstaklega með við hvernig hann skipaður? Nei, það hvarflar ekki að mér. Og það er bara einfaldlega þannig að ég trúi því að þeir sem eru taka að sér þessi hlutverk og sitja í Hæstarétti, ég ber mikla virðingu fyrir Hæstarétti og að þeir leið og tekur að þér svona veiga mikið hlutverk, það er ekkert lítið að taka að sér að vera hæstaréttardómari, þá hlýtur þú að ætla að vinna það eftir allra bestu sannfæringu. Ef það er þannig að Hæstiréttur er að meirihluta skipaður fulltrúum eins flokks og við getum bara að tala það opið, það tala að Sjálfstæðisflokkurinn eigi þarna sína fulltrúa og Hæstiréttur vinni að Hæstiréttur vinni í samræmi við vilja flokksins. Býtu nú við, þá eru það leikreglurnar sem er eitthvað að og það er oft verið rætt að þau þurfa að endurskoða skipun hæstaréttardómara en ef hún er ekki í lagi þá lögum við það en við ráðumst ekki á þá einstaklinga sem að hafa verið settir í embætti í samræmi við þær leikreglur sem við höfum sett okkur. Snúum okkur að fangelsismálunum. 300 manns á biðlista eftir plássi og við erum einhverja lausnir að byggja nýtt fangelsi en það eru önnur vandamál sem og jafnvel önnur úrræði þar sem við getum að minnsta okkur leyst þennan plássvanda. Við erum með 70 erlenda fanga á ári við það eru hvað 25-30 pláss sem að fara undir þá, þeim hefur fjölgað gríðarlega. Við erum kannski ekki að nýta samfélagsþjónustu úrræði nægilega vel, menn hefur að vera að tala ökklabönd, ýmis önnur úrræði. Segðu mig bara í stuttu máli, hvernig telur þú getur leyst að minnsta kosti fljótt vandan án þess að verði farið í byggingu nýs fangelsis? Við leysum ekki vandan án þess að fara í byggingu nýs fangelsis. Eða ef að segja dregið úr svona stærstu vandamálum? Já, sko, það er að draga úr þeim. Og við þurfum hins vegar að byggja, það er alveg ljóst og við vitum það að fangelsi og Skólavörðustígur, kvennafangelsi, þetta eru byggingar sem eru á undanþágu og ættu ekki verið í notkun og við ættum bara fyrir löngu síðan að vera búin að loka Skólavörðustígnum til dæmis. Byggingar, saga, fangelsi á Íslandi, hún er mjög löng og hún er mjög skrautleg, það er búið að skipa hverja nefndin á fætur annari og alltaf, það er ýmist hægt að byggja hér í Reykjavík eða Austur- og Litla-Hrauni eða einhvers staðar annars staðar. Við þurfum þetta fangelsi sem stendur til að reisa. Við þurfum það. En það tekur einhver tíma að reisa það. Vandamálin eru ennþá til staðar. En sko það hefur verið í undirbúningi núna að ég held bara í 3 ár og frumvarp sem að ég veit að Fangelsismálastofnun hefur lagt mikla áherslu á að nái fram að ganga.
þar sem meðal annars tekið á reynslulaust, það sem tekið á ökklaböndunum og það sem að samfélagsþjónustu úrræði, því það nýtt í dag eins og við höfum möguleika til. En það mætti útvíkka það þannig að menn sem fá til dæmis alltaf 12 mánaða dómum, ekki fyrir ofbeldisbrot, að þeir eigi rétt á samfélagsþjónustu. Þarna myndum við leysa töluvert af þeim vanda sem að við búum við í dag, töluvert. Hvað með þennan fjölda útlendinga sem hefur aukist alveg gríðarlega? Það vandamál og það bara komin tími til að við förum að ræða það opinskátt. Hvað getum við gert? Og hvað getum við gert? Sko, við erum í gagnkvæma samninga við Norðurlöndin. Það eru ekki Norðurlandabúar hérna, en það skilst mér að sé þannig að það sem er sjálfgert að þeir brjóta af sér á Íslandi. Íslendingar gera það frekar á Norðurlöndunum. Síðan eru samningar sem Björn Bjarnason gerði við Litháen á sínum tíma. En evrópskar reglur eru þannig að fanginn sem á til dæmis ef við tökum bara þá Litháena sem búið að gera þessa samninga við, að ef við viljum flytja þá í sitt heimaland og þau ljúki afplánum þar, þá sko andmæla réttur fangans svo sterkur. Það eru Evrópureglur, það eru ekki reglur sem við setjum, það eru evrópskar reglur. Það þýðir að hann getur heimtað að afplána hér og fengi þá... Hann neitar bara semst að fara og þá sko kerfið svo þungt í vöfum að þeir eru oft langt komnir, jáfnvel búnir með dómi þegar að málin loksins leysast. Það hafa nokkrir farið og það fínt. En það þarf að hafa þetta miklu skilvirkara og ég held að þetta sé sameiginlegt vandamál hjá Norðurlöndunum öllum. Ég veit að Fangelsismálastofnun og Páll Winkel hafa verið að vekja athygli stjórnvalda á þessu ítrekað. Björn Bjarnason gerði og lagði mikið á sig, á eins Ragna Árnadóttir og núna Ögmundur að reyna að koma þessu í eitthvað svona fljótvirkari farveg. En líklega höfum við það aldrei ein. Ég held að þetta þurfa að verða samstarf, til dæmis Norðurlandana, því að vandamálið það sama á Norðurlöndunum eins og hérna. Segðu mér annað, það eitthvað í kringum 1500 mann sem bara í sektarboðun. Það þýðir að ef þú greiðir ekki ákveðna skuld innan ákveðins tíma, þá þurfum það að sæta fangelsisvistar, en það stefnir ekkert í að þetta fólk sé að fara í fangelsi vegna þessa. Við erum ekki með einn einasta held ég í afplánun í dag. Þegar Bitra var opnuð, sko, þá var talað að við getum hugsanlega, hún var opnuð í maí, semst á síðasta ári, ekki á námsgömmul, þá var talað að við getum hugsanlega tekið eitthvað af þeim plássum vegna þessa, allt upp í 5 pláss var rætt á sínum tíma, en þá bara leið gerist það að boðunarlistin vegna annarra afbrota, það fólk sem búið að fá dóma, hann að lengjast ár frá ári. Og við verðum að taka inn fleiri af þeim lista. Ef þú myndir bara senda öllu þessu fólki, þessum 1500 manns boðum það, þegið að koma og þegið að hefja afplánun innan mánaðar. Hvað myndi gerast? Flestir myndu greiða. Og hvað það háar upphæðir sem að líka ef þú setur þetta í það samhengi, að það væru, við skulum segja 1700 manns, þetta á bilinu 15 til 1700 manns sem eru í boðinu í dag, sem sagt, og þau myndu greiða sína sektir. Ef við setjum bara 1 milljón á hvern einstakling, sem á lítið, þetta hærri upphæð. En ef við setjum það, þá erum við að tala um hátt í 2 milljarða. Þannig að það eru 2 milljarðar útistandandi sem þú getur sótt, bara með einföldum hætti, hefur pláss til að hýsa þetta fólk, þá sem að myndu frekar vilja setja af sér. En fæstir væntanlega vilja það. Nei, sko, ég held að sé að tölurnar sýnir það, eða statistikkin frá því áður, að hún sýnir það að flestir greiða bara sína skuld, reyna það. En þið sækið ekki þennan pening og þarna útstand einhverju 2 milljarðar? Við myndum gjarna vilja fá þetta bara inn í fangelsismálin og það eins og segir, að þetta hefði búið að benda ítrekað á þetta og ef að við hefðum þessa möguleika og þarna kannski hægt að búa til einhver ódýrari úrræði. Hvað með til dæmis húsin á Reyðarfirði, það verið að benda og vinnubúðið þar sem að standa auð og getur nýst sem fangelsi? Mér finnst alveg koma til greina að skoða þessi hús sem þarna eru, hvort að þau geti leyst einhvern vanda hjá okkur, en þau leysa náttúrulega aldrei það að byggja öryggisfangelsi. Þessar búðir eins og þeir eru, þessi hús uppfylla ekki þau skilyrði og við megum aldrei blanda þeirri umræðu saman. En ef við getum leyst eitthvað svona vanda með svona einhvers konar bráðabirgðaúrræði, þá það gott. En við þurfum hins vegar bara að horfa á staðreyndirnar eins og þeir í dag og leysa þessi mál til lengri tíma litið. Og það verðum við að gera. Því þetta ófremdarástand. Margrét Frímannsdóttir, takk. Takk.